Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að ræða stríð og frið. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir. Það Katrín Harðardóttir, þýðandi, og Guttormur Þorsteinsson, formaður samtaka hernaðar andstæðinga. Verið velkomin. Takk fyrir. Það eiginlega svona, já, svolítið vont tilefni eða tilefnið ekki skemmtilegt. Að það eru eiginlega bara alltaf fleiri og fleiri einhverjar stríðsfréttir sem dynja á og mann finnst eins og það sé bara næstu því ómögulegt að fara að hugsa frið. Nú eru þið hernaðar andstæðingar, Guttormur, og hafið nú svona, finnst þér ykkar málstæður njóta fylgis í dag? Já, það kannski spurning hvort að maður talar almenning eða innan alltaf ráðamanna heimsins, þá það greinilega ekki tilfellið, en ég held að þegar kemur sérstaklega þessum vendingum í Ísrael og Palestínu og núna Íran, þá held ég að það séu nú flestir svona Íslendingar og almenningur sé nú ekki spenntur fyrir neinu af þessu, þannig að það virðist vera mjög mikil svona gjá á milli þess hvað stjórnmálaleiðtogar heimsins eru einhvern veginn að etja fólki út í og hvað venjulegt fólk bara vill, sem náttúrulega eiginlega öllum tilfellum friður. Og við vorum að tala það við Marja Lilju, vorum að ræða daginn, spyrja fólk bara út í þessa kjarnorku vá, sem sagt, að því manni fannst bara líka þetta. Það svolítið langt síðan, það var auðvitað í byrjun innrásarinn í Úkraínu, þá var þetta með kjarnorkuvopnin kom svona eins og aftur upp og þetta kemur reglulega, en núna þetta svona meiri einhvern veginn ógn í lofti og svona óvissa. Mér finnst eins og bara festir við til að hvað það þýðir. Svona, hvað finnst þér kjarnorkuumræðuna? Hún hefur alltaf verið svona rétt svona kraumund undir, því að það hérna aðalega frá Netanyahu, hann alltaf búinn að vera að benda á með Bandaríkjunum, það hefur verið að reyna að kynda undir þetta stríð sem virðist í aðsigi eða bara komið. Maður svona þannig að þetta hefur alltaf verið þannig í rauninni, þessi vá, hún bara sýnileg. En ég veit ekki, mér finnst váin, hættan frekar, hún stafar, mér finnst hættan aðalega að stafa af Bandaríkjunum og hérna Ísrael. Þau eru með þessi kjarnorku, það ekkert vita mín og Íran, það bara, það endar með þess að syni mínir, unglingarnir eru farin að hlæja, þeir eru að sjá eitthvað á TikTok, það verið að sko fletta í gegnum söguna bara 2004, 2006 og þegar, þú veist, þegar Netanyahu með eitthvað svona þessi fárleg útskýringakort, þannig þú veist, þetta er bara absúrt hvað kjarnaoddar eru með svona, hann fyrir þetta ekki við Sameinuðu þjóðirnar? Jú, fór til Sameinuðu þjóðirna og var eitthvað að tala Íranir eru alveg að komast hingað eitthvað svona, og því hérna er bomban, þú veist, þetta er eins og, þú veist, teikning eftir, ég veit, þetta er bara svona einhver svona skýringamynd fyrir hérna skólaverkefni. Já, kynda undir náttúrulega óttan. Það er það. Það sem ég ætlaði að segja, þetta er eiginlega búin að vera svona undirvitund okkar nokkra kynslóð, þessi ótti við kjarnorkustyrjöld. Já, ég myndi kannski segja að auðvitað mér finnst að fólk hætti í raun að vera hræddari og hafa átt að vera hræddari við kjarnorkusprengjur af því að þetta er þó að þetta svona kannski detti niður í kringum kaldastríðið og þetta er svona kannski svolítið þurrkist úr vitund fólks einhvern veginn, þessi kjarnorkuógn sem að fólk náttúrulega sem að ólst upp á 9. áratugnum mann eftir, en kannski ekki fólk eins og á minni kynslóð og yngra. En ég meina kjarnorkuvopnin fóru aldrei neitt og svo hefur fjölgað kjarnorkuveldum og ég myndi alveg segja að það alveg rétt að hafa svo sem áhyggjur af því að Íran verði í kjarnorkuveldin. Það sem ég myndi segja akkurat að það eru þessar árásir Ísraela og Bandaríkjamanna og svo bara framferði Vesturlanda núna síðustu áratugum sem að hafa akkurat gert það líklegra að eða út með einhver land í svo kallaða þriðja heimi sem eru búin að horfa upp á Bandaríkjamenn gera árásir á Írak og nota gereyðingavopn sem fundust aldrei til réttlætingar, og svo var friðmælt við Gaddafi í Líbíu og hann samþykkt að hætta öllum kjarnorkuáætlunum og honum launa fyrir það með valdaskipta aðgerð.
og í kjölfarið á því þá ákváðu Norður Kóreumenn til dæmis, ég held að sé bara beint samhengi þar að Norður Kóreu ákváður að koma sér upp kjarnorkusprengjum endanlega eftir að hafa séð það. Íranir hins vegar, þeir, og manni sýnist að þeir hafi, jafnvel klerkastjórnin, sem maður ekki að fara að segja neitt gott hennar, stjórnarhætti, að þá virðist klerkastjórnin hafa haldið vonina það að geta komið á einhverjum eðlilegum samskiptum og þau undirrita kjarnorkusáttmála við Bandaríkin og Evrópuríki 2015, það sem að þau samþykkja að koma sér ekki upp kjarnavopnum og í staðinn verði komið á einhverjum eðlilegri samskiptum, minkaði viðskiptaþvingunum og eitthvað svoleiðis. Og svo kemur bara Trump og rífur þetta í sundur af því Ísraelum þóknast þetta ekki og einhverjum íhaldsmönnum heima í Bandaríkjunum. Og þetta bara afleiðingarnar af þessum svikum Bandaríkjamanna sem við erum að sjá og þá fer maður fyrst að verða hræddur að Íranir mögulega akkurat bara komist að þeirri niðurstöðu að þeir verða að koma sér upp kjarnavopnum af því að það sé eina leiðin til að verja sig fyrir árásum Ísraela og Bandaríkjamanna og ég ætla að það verður örugglega, það mun örugglega bara komast að kjarnorkuvopnahlaupi kapplaupi í Miðausturlöndum og ég ekkert viss að það sé hægt að stoppa það með öllum stríðsmætti Bandaríkjanna. Nei. En svo líka þetta talandi þessa gjá það þessi gjá á milli yfirvalda hvar sem eða allavega á Vesturlöndunum og almennings. Og það Vesturlandabúar vilja örugglega ekki, hver vill fara í stríð nema peningamaskínan sem græðir á því. Þannig að og svo þetta viðskipta hagsmunir. Já. Mjög miklu viðskiptahagsmunir sem mér finnst bara eins og maður nái bara sjaldnast utanum hvað þetta miklir, hvað eiga sér stað mikil viðskipti og hvað þessi viðskipti standa undir mörgu svona af þessum sem talað innviði. Þannig að það auðvitað alltaf svarið kannski þegar einmitt eins og segir almenningur á móti stríði. Almenningur vill almennt fá frið og berst fyrir jafnvel friði. En þá kannski svarið núna meira þetta bara almenningur hefur ekki vita á því að til þess að tryggja frið þurfum við fara í stríð. Það svona tilgangurinn helgar. En svo líka annað sem að ég væri kannski gott að spyrja þig, Guttormur, ég velti fyrir mér að því að nú Íran, Íran að bak við Íran standa, all hinn brikklöndin, það Kína, Rússland, Brasilía, þetta eiginlega bara Bandaríkjunum og Ísrael á móti hinum. Þetta það sem það eitt sem ég lærði í fyrra, það var á þýðingarástefnu. Þá lærði ég the global, ekki global south, heldur global majority. Og mér finnst þetta svona situr í mér af því að Bandaríkjunum og Evrópa ekkert, þau eru bara peð í rauninni með að við allar hinar milljóna þjóðurnar. Þannig að ég skil ekki alveg, ég skil ekki þennan hugsunagang með að, setjum 5% af verkri þjóðarframleiðslu og bara, vígvæðumst öll og við á Íslandi, hvernig, svo ég að leiðsega líka stundum og ég segi við túristana, og þeir hlæja allir, heil 60 manna rúta, að við erum herlaus land, en undir vissum með fyrirvara en og bara hvernig eigum við að hafa her 300.000 sálir upp á norður hjara og þeim finnst það líka absúrt en þessi staða okkar og ég meina kannski nálægð við Bandaríkin, það ekkert skrítið að Þorgeiri Katrín kannski að reyna að miðla einhverjum málum, ég veit ekki en mér finnst það væri betra og ég held að væri sterkara fyrir okkur sem, líka bara vera, viss í sinni, veit ekki, standa í lappirnar með friði, eða hvað sem, hvernig... Hvenær hlær fólki í rútunni? Þegar þú segir að það sé herlaus? Það væri fáralegt að hafa her á Íslandi, að við erum 300.000 manns og það þetta við erum bara eins og ein bygging í New York. Ég líka með stundum túra ég segi þetta akkurat líka stundum mann reyna að vera kannski ekki mjög
mjög svona nakin í sínum pólitík með túristana sko, en eins og segir maður að Ísland herlaust land og svona og svo fara einhverju að spyrja einhverju bandaríkjamenn út í NATO og hvort við séum herlaus og svona og þá náttúrulega alltaf auðvelt að samfæra fólkum minna hverju ætti íslenski herran að geta varið sig gegn ef við værum við erum 300-400 manns Færeyjum kannski en eins og þú segir sko það líka akkurat þessi sko vera okkar Íslendinga í NATO og þessi nánu samskipti sem við höfum við Bandaríkin og svo líka náttúrulega svona evrópskar stórþjóðir sem að reka her og eru svona svolítið gegnum svona finnst þetta bara að vera fullkomlega eðlilegt að hafa fullt af fólki undir vopnum og kaupa vopn fyrir milljarða evra og svona að sko eins og sé auðvitað getum við ekki alveg frí á það, við erum í NATO, við hýsum fullt af bandarískum hermönnum og tökum undir allar þessar utanríkisstefnu, maður sér það svolítið á því hvernig orðræðan til í kringum þessar árásir á Íran núna það bara nákvæmlega sama og étið upp eftir evrópskum og bandarískum leiðtogum og svo koma kröfur 5% eyðslu í hernað og Íslendingar engan her en segja samt alltaf Kristrún Frosta segir samt alltaf eða 1,5% í þjóðarframleiðslu sem eru fáránlegar upphæðir í einhver hernaðar tengd innviðið eitthvað svoleiðis en það sem ég ætla að segja er að við höfum þó sem betur fer ekki svona kannski þetta Íslendingar eru ekki vanir því að hugsa her sem eitthvað eðlilegt fyrirbrigði að það fara með vopnum gegn fólki sé bara eitthvað skonar hversdagslegt dæmi en það sem kannski stoppar Íslendinga í því að geta verið málsvarar friðar almennilega akkurat þetta, við erum svo föst í þessu kerfi NATO þjóða sem að bara í rauninni bara neyðir Íslands stjórnvöld til þess að taka afstöðu með þeirri línu sem kemur bara alltaf frá Washington og Brussel og við getum ekki við gætum mögulega akkurat verið sem svona friðsöm og herlaus þjóð verið meiri málsvarar friðar og talað fyrir samningum og friðsamlegum lausnum og svona hlutum sem að held í flestum Íslendingum þetta mjög eðlilegt en við gerum það ekki af því að við erum partur af þessu bandalagi. En þá það nú segja rútan hlæja því kannski hugsunin þennan litla her en þá það spurningin mér finnst margir segja líka hverju myndi það skipta þótt að við eins og þú segir stæðum í lappirnar sem þessi friðarþjóð og væruðum sjálfum okkur samkvæmi í því, þá eru kannski margir sem segja að það skiptir engu máli, mér svolítið leiðtogar grípa í það núna. Þótt að við tökum þessa friðarafstöðu, þá myndi það skipta svo litlu því við erum svo smá. Við erum samt fullvalda ríki sem að við erum með sæti í Sameinuðu þjóðirnar, við gætum... Ég held það gleymist oft að þetta sæti, að það skiptir ekki, stærð þjóðurinnar skiptir ekki máli í því á því þingi, Nei, bara alveg fullkomlega rétt þetta að þú veist, þó að við séum rosa fá og ég meina okkar framlag til einhverja hermála eða eitthvað svoleiðis skipta engum máli náttúrulega í stóra samhenginu þá það þessi rödd, það þetta sæti sem við höfum við borðið sem að þrátt fyrir allt geti skipt einhverju og ég meina við friðarsinnar bendum alltaf á Costa Rica sem er herlaus þjóð í Mið-Ameríku og hefur raðað upp Nóbelsverðlaunahöfum sko fyrir að semja frið í alls kyns málum og ég meina meira segja náttúrulega norðmenn sko þó þeir séu nú í NATO og kafið þar sko þeir hafa nú svona aðeins gefið út fyrir að vera einhverjur friðarbóðberar og sjáðu Spán núna, ég var nú bara að horfa á brjálæðislega flotta ræðu í Evrópuþinginu bara í morgun, það var þingkona frá Spáni spænsk og hún var svoleiðis að láta Úrsulu Bomb der Leyen að heyra það sko, hún kallaði hennar það og minna, við getum alveg verið þessi rödd líka þú veist, það er bara staðið í lappirnar ég myndi vilja sjá það því að það sem gleymist líka þú veist, það er eitthvað að því að fjarlæðin svo mikil og það sem mér finnst ég hafa tekið eftir bara svona þú veist, fólki finnst þetta svo langt í burtu og þetta kom ykkur ekki við og og það þarf nú að hugsa vel sig og eitthvað svona
og við höfum nóg með okkar, þú veist, það náttúrulega líka eitthvað sem heyrist var mikið. En það mitt bara að, þú veist, það verið að sprengja upp fjölskyldur, þú veist, og það eru manneskjur og einstaklingar á bakvið fólkið og það eins og fólk haldi að þessi lönd, þessi þjóðfélög séu bara á okkur, hafi verið á okkur, þú veist, ég veit ekki hvað goggunaröð fólk með í hausnum, en bara þetta skiptir ekki máli, þú veist, En ef með þessi röka, ef við eigum nóg með okkur, þá finnst manni líka bara hægt að réttlæta það að vera ekki þá að taka, eyða svona miklu í hernað. Sko, það væri alveg sagt að það eru öll rökin eiginlega líka í báðar áttir, þannig að þetta á einhvern hátt þetta svolítið bara spurningu líka einmitt svona pólitíska stefnu og vilja, sko, að því að valla eru þetta miklir viðskipta hagsmunir, eða sko, ég meina það þyrfti þá að leiða það ljós, hvað þá á bakvið? Akkurat, já. Já, ég meina, hvað, eins og það búið að kalla eftir því núna í nokkra mánuði allavega, okkur getum við ekki bara hætt viðskiptum við Ísrael til dæmis, okkur getum við ekki bara skorið á þessu tengsl. Og bara, já, það bara engin svör, það veist má ekki láta vita, það bara, ég hef allavega ekki heyrt nein góð rök. Það alltaf verið að tala þurfum að gera þetta með öðrum, sko, en já, nú eru fleiri og okkur hoppuðu ekki að báta með hinu þá. Já, ég segi, okkur fyrir við allavega þá ekki með Írum og Spánverjum og í það, og svo var náttúrulega til þess að koma fram til varandi Evrópusambandið, því Evrópusambandið með viðskiptasamning við Ísrael og þar kemur fram að það einhverjir embættismenn sem fara að stúdera þetta og komast náttúrulega allskyns bara þeim augljósu niðurstöðum að Ísrael eru bara að fremja stórfellda stríðsglæpi og eru þannig hafa gerst brotlegir við þennan viðskiptasamning en það einhvern veginn svo sér maður hvernig leiðtogar Evrópusambandsríkjanna munu einhvern veginn tala sig út úr því eða humma það fram að sér. Þetta þegar Íslendingar fylgja, kannski í utanríkisstefnu sinni, fylgja Bandaríkjunum og hafa gert í marga ár og eru í milluta af NATO og svona, og svo eru svona miklar sviftingar í stjórnmálunum búin að vera að þá hugsa maður, á ekki að endurskoða það, er það ennþá raunverulega, er það núna kannski bara óttinn sem að ræður? Jú, maður myndi halda það. Ég held þetta hafi nefnilega verið, þetta náttúrulega verið sko, kosning Trumps náttúrulega klálega svolítið svona sjokk fyrir kerfið, sko, það var þetta bara viðtekna ástand varnarsamning og myndi gera ráð fyrir því að þessi 5. grein NATO að Bandaríkin myndi koma til bjargar ef það yrði gerða árás að hún stæði, en ég meina allt varandi það sem að Trump lætur út úr sér einhvern veginn dregur það mjög í efa, en það kaltannitlega við það einhvern veginn að það í rauninni hefur á sumuleyti bara kynnt undir þessari einhvern veginn hervæðingar brjálæði, sko, að því leyti að Trump kemur og biður 2,5%, 5%, ég veit ekki hvað, sko, alltaf hækkar próstutalan sem að vill láta Evrópuríkin borga og bæði þá til þess að fyrst og fremst þá mögulega til þess að losna við það að þurfa að borga undir einhverjar varnir Evrópu og svo líka náttúrulega til þess að Evrópuríkin, þegar þau fara að vígvaðast, fari þau að kaupa fullt af vopnum frá Bandaríkjunum sem náttúrulega rosalega stór vopnaframleiðandi og skaffa mjög mikið þessum NATO herbúnaði, þannig að þú veist, ef maður hefði akkurat vonað að þetta yrði einhvern veginn, fólk myndi ekki detta í það að fylla nákvæmlega upp í þessar sko helstu væntingar Trump-stjórnarinnar með því að krefjast þessara auknu útgjalda. Ég meina Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann bara vísaði beint í Trump þegar hann sagði við verðum að eyða 5%, bara þetta skipanir frá Trump, og maðurinn sem allar ekki einu svona, maðurinn sem allar ráðist inn í Grænland og allar ekki einu svona verja Evrópuríkin ef það er ráðist á þau, og þá svo bara hlýða honum. Og já, það er alveg, maður var að vona akkurat að sko við höfum kannski fengið í þessu upplýsnarástandi, það höfum kannski svona svo róttæka afstaða Íslendingar ættu kannski ekki að vera í hernaðarbandalagi, hefur kannski aðeins fengið svona koma meira inn sem mótrök, en á hinbóin þá hafa líka komið fram einhverjar fáránlegar hugmyndir eins og Íslendingar ættu að stofna her og Íslendingar ættu að koma sér upp hergagnaíðnaði og einhverju svoleiðis svona þú veist hugmyndum sem að ferðamenn hlæja að sko í rútum þegar þú segir frá því. Þetta svona einhverju fáti og ótta svona í óvissu ástandinu, en svo, það eitt sko, kannski almenningur
nokkrir kannski snúast yfir á það væri bara sniðugt að stofna hér eða taka þátt í og bara hlýða er ekki svona hlýða þessu eða bara reyna að láta hann ekki taka eftir sér og eitthvað svona Já, svoleiðis, en þannig að það að fara eitthvað að lýsa yfir friði með einhverjum friðarsúlum og það geti bara einmitt, það er ofögrandi afstæða á svona tímum þegar allir eru einhvern veginn þannig að það verði að reyna að sikta á það að vera í réttu liði svona. Akkurat. En Trump myndi örugglega bara loka á okkur, þú veist, það myndi bara, ég veit ef að við myndum gera það, en er það ekki bara good riddance? Ég meina, þú veist, ok, það er náttúrulega margt í húfi kannski, jú, en þá tækjum við bara upp samband aftur þegar, þú veist, ef með þennan trilling, eða þú veist, hvað, með þessi kall, þú veist, hún já, ég ætla þetta sé ekki bara ótti í íslensku ráðafólki, þú veist hvað, að það sé. Þannig að það að vera hernaðaranstæðingur og þú ert formaður félagsskap, hét áður herstöðvaranstæðingar, var það ekki? Jú. Var breytt yfir í hernaðaranstæðingar. Jú, þegar herinn fór svona nafninu til 2006, já. Já. Nú er þetta náttúrulega öryggissvæði. Já, nú er þetta ekki herstöð en þeim rótera inn alltaf, eða þetta er formulega síðan ekki herstöð því þeir eru ekki með varanlegar, en rótera fólki inn, þannig að það er alltaf einhver viðverið þarna. Þannig einu sinni þegar þú varst í þegar þú varst herstöðvaranstæðingur, þá var skýrt hver andstæðan var, hverju þú varst að mótmæla. En núna eftir að herstöðin fer, eins og þú segir að nafninu til eða að þá er oft svolítið óljóst er það ekki fyrir hernaðaranstæðinga að vita hvar á að beita sér eða er það ekki óljóst? Nei, ég myndi segja líka að nú svo sem gengi ekki í samtökin fyrir bara í háskólanum þannig að ég var nú reyndar náði ekki að vera meðlumur í herstöðaranstæðingum en þegar þú skoðar sögu friðarhreyfingarinnar þá er kannski alveg seinni part kalda stríðsins og alveg fram að því að herinn fer að þá er herinn kannski meira svona akkurat einhver punktur sem þú getur fókusað á en það er alltaf andstaða við hernað almennt og í víðum skilningi og friðarstefna í víðum skilningi við veru okkar í NATO við stuðning íslenskra stjórnvalda náttúrulega sérstaklega núna það sem hefur náttúrulega gerst mikið svona eftir að kalda stríðinu lýkur og þá er náttúrulega að hafa Íslendingar farið akkurat þó að við séum nú svona veikburða og höfum engan her að þá hafa Íslendingar farið að skipta sér miklu meira af þessum málum og vilja vera og sanna að þeir séu að gera eitthvað og senda einhverja, þú veist, flugumferðarstjóra og jafnvel hermenn eins og til Afganistan í byrjun þessar aldar. Þannig að það er nóg að gera að andæfa því og andæfa málflutningi stjórnvalda sem að éta upp þetta hernaðartal frá Bandaríkjunum og Evrópu líka. En það er náttúrulega einmitt þessi rök að þetta sé bara glæfralegt að fara að vera friðarsinni eða að lýsa yfir friðaráformum sem þjóð. Það hefur kannski verið svona skringilegri afstaða en svo allt í einu snýst það getur það ekki verið, að núna er það kannski bara en það er að segja að það er þau eru svo vond þessi stríð sem sagt og erfitt kannski að styðja þau og svoleiðis að það kannski verður bara allt í einu skynsamlegasta og praktiskasta aðgerðin að lýsa yfir algjöru friðar. Maður var alltaf að bíða eftir því að einhvern veginn bæði Trump og svo náttúrulega framferði Ísraela og eitthvað á endanum hlyti nú að samfæra Evrópuríkin að það væri nú komið nóg og þau eru nú að fara að standa í lappirnar og reyna að vera aðeins sjálfstæðir gagnvart Bandaríkjunum en það virðast gera alveg endalaust étið ofan í sig það eru svo miklir aumingjar og littur greinilega sem að stjórna í Evrópu að það er bara þau virðast aldrei fá upp í kok á Bandaríkjunum og Ísrael. Og hvað heldur að sé littuskapur er nú ein skýring en svo er það líka þá kannski þrýstingur út af þessum viðskiptahagsmunum eða hvað? Já, og svo náttúrulega Úkraínustríðið náttúrulega kemur náttúrulega hefur líka náttúrulega mikil áhrif á það af því að þú ert þá með þessa mjög áþreifanlegu ógnina Rússa gegn Úkrænumönnum og svona og þó að
upphaflega í áður en að stríðið brýst út, að þá eru Evrópumenn kannski svona meira á bremsunni ekki okkar Bandaríkjamönnum sem fara þarna bara með mjög ábyrgðarlausum yfirlýsingum skilyrðislausan stuðning að þeir munu bara hjálpa Úkraínumönnum að vinna stríðið og eitthvað svona, og Evrópumenn eru svona meira á bremsunni, en svo náttúrulega þegar að Úkraína verður fyrir árás og svo koma náttúrulega flóttamannastraumur og svoleiðis, að þá náttúrulega fer samúð Evrópumanna auðvitað með Úkraínumönnum, en líka þá einhvern veginn kaupa einhvern veginn, þá veldur það því að það verður svo rosalega erfitt einhvern veginn að bakka og einhvern veginn velta fyrir sér einhvernum friðsamlegum lausnum og þegar Bandaríkin hætta að segjast ætla að styðja Evrópuríki, að þá bara einhvern veginn þá hugsar Evrópa bara allt í einu við verðum að vera jafn, við verðum bara þá að herfaðast ennþá meira og þannig að þetta er mjög svona einhvern veginn held ég óheppileg atburðarás sem hefur valdið því að já, einhvern veginn það hefur ekki verið sýnt svona meiri dugur í leiðtogum Evrópu til að aðskilja sig. Nei, og líka þetta ekki bara alltaf peningaslóðin, það hlýtur að vera, þetta snýst alltaf allt peninga, á þessum aðstu stöðum, þetta er náttúrulega bara gróðafíkn, það er búið að þræða það, þá þau, já, einmitt, og en það getur ekki verið að loka dyrunum fyrir Ísrael og bara henda þeim úr Evrópu, eins og allavega, ég er ekki að tala undilega Eurovision, bara svona Nei, það er ímill fleira Já, einmitt Það var upplagt tæki samt, það var bara svona eitt var hægt að gera og frekar svona einfaldan hátt Jú, einmitt en sko það getur ekki verið að maður skilur ekki, mér langar að ég væri til að sjá þessa útreikninga svart á hvítu, hversu miklu eru að tapa með því að bara skera þessi tengsl og á móti þessum framlögum bara hvert Evrópuríki fyrir sig, ég meina, og Þýskaland hefur rosa mikla hagsmuna að gæta og ég meina það er ekkert skrítið, ég meina þau eru þriðji stærsti vopna útvegandi, getur maður sagt það fyrir Ísrael, það er ekki, og Svíþjóð líka, er það ekki? Er það ekki Bretar, Bandaríkjamenn og Þýskaland? En mína, nei og líka þetta með að já, og það myndist á Úkraínu auðvitað, ég meina, alltaf kemur í ljós þessi tvískinningur, hvað er, og bara hvernig, maður er bara að hugsa, hvernig hvað tengsl eru þetta, ég meina, hvað, er Zelenski, og maður hefur heyrt alls konar, ég þori ekki að fara til samsæriskenningar, ég þori aldrei að feta þá leið, en bara, því að þá svo er maður alltaf bara stimpluð fyrir það, en ég meina, ekki, er hann, hver eru tengsl til dæmis, já, hann á einhverja, minna, það er fullt af Úkrænufólki í Ísrael, sem þetta eru allir sem eru að flýja Ísrael núna. Ísrael er að, hún er á brauðfótum í rauninni, þetta er að hrynja. Og einhver fréttir sem við fáum ekki hingað. Nei, og það er alltaf rosalega ritskoðun, það er alltaf... Já, en líka bara, það er alltaf að hrynja, þetta er alltaf bara, þetta stríð er alveg að, já. En þetta með friðarviðræðurnar til dæmis í Úkraínu, sem að komast á dagskrá bara örstuttan tíma þarna eftir að Zelenski fór og talaði við þá þarna í Bandaríkjunum og þá voru allt í einu og þá var bara, þá ég veit ekki, það var kannski hálfan dag sem að menn voru að lofa Trump fyrir að vera einhvers konar friðarhöfðingi og svo breyttist það nú frekar svona hratt og... Já, eldist ekki mjög vel að hampa honum. Nei, svoleiðis að þá kom en það er svona ákveðin prinsip það reynist Evrópuþjóðum erfitt að standa ekki með Úkraínu og vilja og að réttlæta það, maður fann það á Íslandi líka að réttlæta það að við tækjum þátt í slíku, þarna er fórnarlamb, það er verið að ráðast inn í, en svo kannski er sami fjárstyrkur í okkur, þá eru við þáttakendur þarna í stríði í Íran, við Íran og þá er bara þetta einmitt orðið
sko, þá fylgir náttúrulega við sem þjóð, við vitum ekkert, það eins og við erum að styrkja eitthvað sem við vitum ekki alveg hvað sko. Nei, og ég meina við höfum alltaf gert sérstakar og ég meina alltaf sjálfsagt að styðja við uppbyggingu og hjálpa flóttamönnum sem að flýja stríðsjá land eins og Úkraínu en að við séum að þú veist, kaupa einhverja rifla og byssukúlur og eitthvað svoleiðis, það er svolítið annað En það er einmitt svo góð hugsun, af hverju getum við ekki verið opnari fyrir því að taka móti hælisleitendum í stað þess til dæmis að vera að láta þennan verga hluta, hvernig sem er orða þennan þessa upphæð af þjóðarframleiðslu í vopna ef að við staðum í lappirnar sem friðarþjóð. Já, þá getum við nú bara alveg eins gert QR-kóða fyrir Palestínufólki alveg eins og Úkraínufólki. Við komum til landsins. Já. Það er bara Já, einmitt. En þetta er náttúrulega mjög óvinsælt svona í almennu umræðu, þá er þetta mjög óvinsælt sem sagt að styðja við fólk með því að bjóða það velkomið hingað til dæmis, að því að hælisleitendur það er talað að það sé svo mikill kostnaður fyrir þjóðarbúið sko, en einhvern veginn á móti er ekki stilt upp þessum kostnaði við þessa hernaðar íhlutun. Maður sér ekki þetta dæmi svona ekki á Íslandi sko, en maður hefur séð þetta frá Bandaríkjunum, það hefur svolítið verið að reyndar er þetta gagnrýni á Bandaríkin innan og utan Bandaríkjana að bara, og þú veist, og hvað með allar spítalana sem að, þú veist, eru bara að hruni komnir líka hjá þeim, þú veist, í rauninni og það er bara verið að, það er sko innviðaskuld, það er hægt að tala um það og minna, það er samt alltaf nóg penningu fyrir bombum eða sprengjum, já. Og mér langar svo að geta teiknað upp öll þessu, þú veist, og hvað, peningana og frændheiklina líka, því að svo er, sko, Milei, argentíski forsetinn, hann sko, það er enda svolítið fyndið, sko, Netanyahu, þeir eiga sko sameiginlegan forföður sem hét Milikovski og er frá Úkraínu. Þannig að þú veist, þetta er allt svo, þetta er bara eins og Íslendingasögurnar í rauninni. Maður er bara eitthvað, já, þessi kom þaðan fyrir 200 árum og svo, þú veist, þetta er bara teiknað upp á stærri skala. Þetta er fáralegt og svo er bara að höggva mann og annan. Já, við erum ekki alveg með heildarsamhengi held ég, sko, við förum bara inn í óttan og kjarnorkusprengjungar og eitthvað svona, við náum ekki alveg þessu heildarsamhengi sem er að gerast í heiminum virðist vera, en þú ert að vinna náttúrulega sem þýðandi og ert þá líka í bókmenntalegu samhengi kannski. Bæði, en þú veist, ég hef aðalega reynt að þýða spænskar eða suðuramerska bókmenntir, það er svona verið, en ég hef ekkert rauninni, það er annað, ég fór í smá fíl út í útgáfubransana því að það var svo lág laun, þannig að ég var að reyna að koma undir með fótunum, þannig að ég ákvað að fara bara í nýtjaþýðingar og það er búið, þú veist, það er bara náttúrulega gervigreindin að taka yfir, en þetta er annað viðtal kannski, Já, það er mjög áhugavert viðtal, sko, ef þú vildi vera svo góð, kannski. Já, ég skal koma að tala við það. Þýðendur og gervigreind, já. En sko, ég líti þetta, þú veist, út frá mínum þýðendagum sem, þú veist, þá er þetta bara, þú veist, að því að sem þýðandi og bókmenntaþýðandi líka og nýtjaþýðandi líka, þú veist, og það er maður alltaf að horfa á hvað er á bakvið, þú veist, orðin til dæmis og og tölur líka. Og þess vegna hef ég svolítið verið og ég bara, verið svona í beinu sambandi við fólk úti og mér finnst eitthvað svo, þótt þetta er alltaf, við erum að tala sko, kannski 1,5 milljón núna, af því að tölur náttúrulega Þegar þú segir úti, þá mennur á Gaza. Gaza, já. Þannig, og mér finnst sko Gaza, ég sé fyrir mér að Gaza verði kannski eftir 10 ár, þá verður bara svona samnefni, þá er kannski alveg búið að þurrka allt út og kannski 5-10 ár, þú veist, þá verður Gaza bara svona friðarheiti eða þú veist, einhvers konar svona þetta er orðið svona táknmynd fyrir frið og bara fyrir, þú veist, þessi átök sem eru búin í gang, þú veist, þetta er svona ekki fyrsti, ok, það er náttúrulega Sýrland og Líbanon og þú veist, við getum bara að tala um þú þurfir að koma betur með í þeirri upptalningu, en Gaza er orðið bara því að búið að gjörsamlega þurrka út, segjum bara, já, þetta er bara eins og hálfur Reykjavík og það er bara búið að þurrka þetta út Reykjavíksvæðið og og þarna er, þú veist,
og eins og öllum þessum hinum löndum sem erum fara, og Íran, þú veist, fólk býr þarna, þú veist, það á sitt líf, þetta marga milljónir manna og 100.000 sem eru bara, við erum svo erfitt með að, mér langar svo að við getum séð hvort annað á mismunandi, þú veist, þar þýðandinn að tala, þú veist, að það er eitthvað á bakvið, allir þessar tölur og allir þessi orð og þegar Ursula von der Leyen, þú veist, talar að Íran hafi Ísrael hafi rétt til að verja sig, þú veist, þá erum bara, já, ok, bara hvað meinar hún, þú veist, og hvað með þá hún að tala Reham vinkonu mína, þú veist, sem þú veist, sem er barnaskólakennari og við söfnum fyrir tjaldi í fyrir, en það er alltaf búið að, fyrir kennsluna, en það er alltaf búið að sprengja það, en og alls konar svona, bara hvað er hann að bakvið og ég mér er mjög umhugað þess að gjá sem þú varst að tala áðan, og líka þessi gjá er líka hérna á Íslandi, af því að ég er ekki alveg viss hvað, þú veist, hvort að ráða fólki okkar, ráða konunnar okkar, kvensunar, eða eitthvað, valkyrurnar, já, valkyrurnar eru líklega bara mjög gott heiti yfir þessar stríðskonur, og mér finnst það bara og ég bara bæði og núna tala ég líka kannski sem feministi og því mér finnst þetta alveg hræðilegt að þær séu í þessu styðjandi karlmennsku geðveiki, þú veist, þetta er bara, og þetta er það, þetta er engin feministi, þú veist, þetta er bara, þær eru bara að pumpa upp feðraveldið, þú veist, það er eitthvað það sem eru að gera. En Gaza verður líklega tákmynd, eða nú þegar orðin sem tákmynd fyrir marga, þú ert með í gullmenni hálsin. Og ég líka með, ég tók alveg, ég seti ekki allt upp í einu, en jú, ef ég er að fara að sækja leikskólan og svona. Nei, en það er, ég hugsa að það hefur orðið algjör vakning meðal ungs fólks og bara almennings svo víða heim. Nema á Íslandi. Eða hvað er unga fólkið? Það mætir ekki mótmæli, en það er kannski á TikTok og eitthvað svona. Sorry, ég ætla ekki að vera með að skamma ungt íslenskt fólk, en þú veist, ég veit ekki hvort að þau séu mjög aktív í þessu, ég veit það ekki. Þau hafa kannski verið það, en svo er þetta bara langur tími og já, fólk þreytist. Háskólanemar hafa nú verið aðeins í já, 20, það eru svona 20-30. Nó, ok. En þau sem hafa staði í þessu eru, þú veist, eiga samt, hvað segir maður, allt gott skilið, ekki hinn. Font, sorry. En það eitt sem hún nefnir akkurat með þetta, og svo maður, akkurat með hvað er að gerast í Gaza og einhvern veginn og þessi, og líka það sem við höfum náttúrulega bent að þessu svona lögleysu sem hefur verið í alþjóðamálum almennt, bæði bara alveg frá náttúrulega Íraksstríðinu og svo núna með náttúrulega bara það við erum að horfa upp á þjóðarmorð sem enginn er að gera neitt í, þannig að það er bara verið að rífa upp einhvern veginn öll einhver þessi norm sem var reynt að koma á eftir seinni heimsstyrjöld og ég meina voru svo sem náttúrulega aldrei almennilega framfyllt af þeim sem að stjórna en svona það var þó allavega einhvers konar sem allir vonaði að þjóðarvon væri kannski einhvern veginn of langt gengið, það er eitthvað, það væri svona kannski síðasta hálmstráið. Þannig að jafnvel bara út frá svona fullkomlega eigingjörnum forsendum, þá ættu Íslendingar sem smáþjóð sem að treystir á það að heimurinn sé nú kannski ekki bara einhvern veginn eitthvað svona frumskóga lögmál þar sem að stór ríki éta upp minni ríki og fara með fólk og stjórnvöld fara með fólk hvernig sem það sýnist og engir mannréttindasáttmálar eða neitt svoleiðis hafa neina merkingu. Já, einmitt. Og ég meina, maður bara horfir upp á þetta ef alþjóða svona, það er nú eitt alþjóðasamfélagið eins og sagðir, það er nú eiginlega alltaf bara Evrópa, Bandaríkin og nokkur rík Asíuríki. Já, talandi hvað er að bak við orðin. Já, en svona, þú veist, ef alþjóðasamfélagið þetta samfélag ríkra þjóða sem að titlar sig það, ætlar að horfa upp á þetta gerast bara, þá bara, þú veist... Það er að gera það. Já, það er að gera það og þá er það bara ansi myrk framtíðarsýn sem maður hugsa sér, hvað, þú veist, hvað stjórnvöld og leyfa sér að gera bæði við, sína þegna og annara og þetta reyndar kemur líka aðeins inn að því þú nefndir þessa svona fjárhagslegu hagsmuni varandi til dæmis stuðningin við Ísrael, áframhaldi stuðningin, auðvitað er alltaf stór partur að þeir bara
líka hugmyndafræði og rasismi og svoleiðis en það eru peningar þarna bakvið og það til dæmis að Ísrael rosa góður bandamaður allskins svona kúara þeir eru svo þjálfaðir í því að njósna og drepa Palestínumenn þeir hafa þróað allskins tækni og leiðir til þess að hafa heimila og drepa Palestínumenn og þetta náttúrulega verðmætt ég meina sem fyrir stjórnvöld í öðrum ríkjum það eru ísraelski njósnadrónar sem fylgjast með flóttamönnum á Miðjarðarhafi, þú veist, það eru notaður njósnahugbúnaður af leyniþjónustum allan heim ísraelskur sem getur hakkað sig inn í alla farsíma, þannig að akkurat þessi Ísrael verðmætur bandamaður fyrir stjórnvöldum allan heim af því akkurat hvað þeir eru miklu kúarar og hvað þeir eru þjálfaðir í því að drepa og njósna fólk. Það svolítið sterkt samt sem áður að maður skilur þá vel að það sé erfitt fyrir litla þjóð að standa upp í hárinu og slíku raunverulega tækni og stríðsstórveldi og bandalega og hvað eru alþjóða samfélaginu sko en enga síður þá kemur þetta getur alltaf verið spurning fjárhagslega hagsmuni því þetta náttúrulega líka einhver symbolik eins og Gaza verður táknrænt og Íslendingar þótt við séum fá þá náttúrulega hlýtur það að þetta að skipta einhver máli okkar afstæða sko þótt að og virðist vera það sem væri einhvern veginn myndi skipta meira máli ef við myndum taka afstöðuna með friðinum sko og fara alla leið í því sko að það væri svo áhugavert að vita hvað áhrif það gæti haft sko. Akkurat. Já það miklu mun svona bjartari framtíðarsýn að ef við getum verið einhvers konar viti norður Atlantshafi sem við erum rauninni. En sjáu þið einhvern tímann svona umræðu þar sem við erum svona tveir valkostir og ef við tökum ekki þátt í þessu og lýsum yfir bara við viljum stuðlað friði viðræðum vera staður fyrir stuðning og slíkt hvaða áhættu við erum þá að taka og hvaða áhættu við þá að taka þessi og hinnir sprengja okkur eða herta ekki okkur og hvaða áhættu við erum að taka með því að halda óbreytt áfram og vera að styðja og reyna að vera verðu í bandamenn og svoleiðis. Ég væri til að sjá þá umræðu af því ég hugsa fyrir mér, þannig að ef við erum með Bandaríkjunum á Evrópu í þessu sem náttúrulega við erum á millir og smáþjóð allt í lagi, en þá af því að við erum svo hernaðarlega mikilvæg staðsendingin og þá erum við kannski fyrsta skotmark hinna. Þetta nákvæmlega það sem við höfum sagt sko, en það alveg rétt sko, við eigum þessar umræður oft þegar fólk kemur til okkar og ég meina við erum að fá háskólahópa og svona og svo kannski erum við að agitera fyrir svona okkar sín sko og þá fáum við þessa spurningu, þetta ekki rosa naíft og þetta ekki rosa óraunhæft og eitthvað svoleiðis en ég meina það væri akkurat mjög fínt að fá almennilega umræðu akkurat svona kalla þetta varnarmál eða eitthvað svoleiðis. Sóknarmál? Já, en mér svolítið fyndið þegar Þórdís Kolbrún þegar hún var nýdottin úr embætti utanríkisráðherra kallaði eftir að það vantaði meiri umræðu utanríkismál af því að það nefnilega málið að það hefur mjög viljandi verið komið í veg fyrir alla lýðræðislega umræðu utanríkismál á Íslandi. Þetta allt lokað inn í utanríkisráðuneytinu, mögulega ef að fyrir náð og miskun utanríkisráðherra eða embættismanna í utanríkisráðuneytinu þá fær stundum utanríkismálanefnd að heyra af einhverju mikilvægu í trúnaði. Þannig að þetta kemur aldrei fyrir einu svona almenna þingmenn og hvað þá inn í einhverja lýðræðislega umræðu í kringum kosningar eða neitt svoleiðis. Utanríkismál eru bara eins og þetta séu svona, þetta var algjört pukur og þannig að svona það í rauninni, það hefur aðeins akkurat opnast á þetta út af þessari breytingu sem að verður með Trump og Bandaríkin og það núna það er komið aðeins meiri umræðum þetta en mjög myndum svo náttúrulega öryggissvæðið okkar það var viðtalið í Kveik já, akkurat, svo bara sjokkerað fólki yfir því hvað er í gangi af því að það veit enginn neitt og svo sá ég svo talið við Þorgerði Katrínu og þá vill hún endilega opna á umræðu varnarmálin og það var bara eftir að það kom upp
þannig að það er að gera það núna. Já, hún er búin að vera þarna innsti koppur í búri í áratugi. En allavega kannski betra núna en aldrei, sko. Já, vissulega. Það er að segja, það er ákveðið ákall að þetta verði rætt. Þetta kom upp á yfirborðið. Og það er alveg þess virðing, þetta er ekkit alveg að klárast, sko. Þetta er ekkit alveg að komast út úr þessu ástandi. Nei, og ég meina, eins og segja, það eru allavega 3 ár eftir af þessu hérna í vestra, sko, þannig að 3,5 gummigóður, en hérna að sem sagt, þú veist, það er kannski kosturinn að það verður aðeins meira umræð og það kannski opnast svona smá rými fyrir róttæka skoðun eins og það Íslendingar ættu kannski ekki að vera agitera allt endalist fyrir stríði og hérna sleikja upp Bandaríkjunum og eitthvað svona. Og hætti að vera hrættið mitt við að einhver hlægi að okkur fyrir að vera bara svona, eins og þú segir, naív og barnalega vilja frið, að það er umverulega bara að ræða þann möguleika bara í alvöru sem afstöðu. Svo þetta svo fyndið, sko, vegna þess að sko, þegar akkurat embættismenn og stjórnmálaleiðtogar sem eru í þessum utanríkismálum koma frá Brussel og svona, þá er þetta svo mikið akkurat bara, þú veist, það er verið að tala þeir sem eru að tala að stofna her og eitthvað svona, þeir tala þetta sé svona tákgrænt og eitthvað svoleiðis, við ætlum að eyða 70 milljörðum í eitthvað tákgrænt eitthvað, þetta er bara einhvers konar minnimáttakent sem að sko er ekki neinum tengslum við það sem að almennir Íslendingar, þetta er bara af því að það er verið að pressa á Íslendingi einhverjum kokteilbóðum í Brussel eða einhverjir íslenski utanríkisráðherrar eru með minnimáttakent yfir því að vera ekki með einhverja borðalagða hermenn og eitthvað svoleiðis. Þetta er svo mikið sko einhvern veginn þetta er svo mikil bara sýndarmennska og minnumáttakend einhvern veginn sem að stjórnar þá er þetta bara kannski fínt að vera með friðarborða, við getum farið alveg í þá átt, en við allavega þurfum að ræða þetta mál greinlega svona meira bara praktist, raunverulega og hugssjónarlega séð, en líka bara einmitt núna sýnir það sig að þetta er ekki bara einhver naív valkostur, þetta eru valkostur, við eigum valkosti, sko. En við komumst kannski ekki lengra akkurat í dag. Hjartans þakki fyrir að koma og ræða málin, opna líka umræðuna meira fyrir okkur, Katrín Harðardóttir þýðandi og Guttormur Þorsteinsson, formaður samtaka hernaðarandstæðinga. Takk fyrir komin að rauðaborðinu og bara verðum að halda umræðina áfram. Og ég heiti Oddný Eir og þakka Pétur Fjellstu fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Við höldum áfram hérna eftir örstuttarstund að ræða málin. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is